Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 22. maí 2024 klukkan 16:36. Þetta 851. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Einn varabæjarfulltrúi situr fundinn í dag og það Hjörtur Örn Arnarsson í stað Rúnars Braga Guðlaugssonar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Samkvæmt boðaðri dagskrá liggja 11 mál fyrir fundinum í dag en áður en gengið til dagskrár þá liggur fyrir ósk að taka eitt mál inn með afbrigðum. Þar að ræða kosningu í nefndir og ráð og verði til að samþykkt þá dettur inn á fundagáttina fylgiskjal með þeim nefndarsætum sem að ræða og það myndi þá koma inn sem mál númer 8. Og ég vil biðja bæjarfulltrúa sem samþykkja framangreind tillögu að afbrigðum að rétta upp hönd. Það eru allar 10 viðstaddar hendur á lofti. Takk fyrir það. Og þá liggja fyrir fundinum 12 dagskrármál. Það eru 7 fundargerðir til afgreiðslu, 1 almennt erindi og loks 4 fundargerðir til kynningar. Fyrst á dagskrá fundargerð 624. fundar bæjarráðs frá 8. maí síðastliðnum. Þar voru 6 mál á dagskrá og í upphafi þess liðar vill forseti vekja athygli á eigin vanhæfi vegna fjölskyldutengsla varðandi lið 1.3. og leggur til og felur varaforseta að taka við stjórn fundarins og við umræðu og afgreiðslu þess máls ef engar athugasemdir eru. Gjörðu svo vel, varaforseti. Takk fyrir það. Þetta bæjarráð 1624 og þetta mál sem forseti vanhæfur í, það annað málið á dagskrá þess fundar, Helgafellsskóli, íþróttahús. Nei, það 3. mál á dagskrá, rammasamningur tímavinnu iðnaðarmanna. Þannig að við skulum bara vinda okkur í að afgreiða það mál. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir 3. lið, rammasamning tímavinnu iðnaðarmanna? Svo ekki. Þá held ég að göngu til atkvæðagreiðslu, sérstaklega þennan lið fundargerðina, þeir sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á máli 1.3, vinsælast gefið merki. Það eru 10 hendur á lofti. Takk fyrir það. Og þá held ég sé óhætt fyrir forseta 9. Já, það vantar Lovísu. Ég biðst afsökunar. Mundi bara eftir að forseti sagði 10 áðan, þannig að, heyrðu, ég allavega ekki forsetinn hérna einhvers staðar, ég held að sé ekki seinna verða að taka við þessu aftur. Takk fyrir það, varaforseti. Og þá lokið afgreiðslu þessa liðar 1.3 og fundargerð 624. fundar bæjarráðs opin fyrir umræðu að öðru leyti. Einhver sem óskar eftir að taka til máls aðra liði þessarar fundargerðar? Svo tel ég ekki vera og þá bara tökum við þá fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem staðfesta þessa fundargerð 624. fundar að gefa merki. Það eru 10 hendur á lofti samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá annað mál á dagskrá þessa fundar. Það fundargerð 625. fundar bæjarráðs frá 16. maí og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar.
Ég kem hérna upp fyrir máli 2.5, athugasemdir Hestamannafélags Harðar við fyrirhugaða stækkun Hlíðarvallar. Mig langar bara að segja nokkur orð vegna þessa erindis Hestamannafélags Harðar og fyrirhugaðar deiluskipulagsbreytinga vegna stækkunar á golfvellinum. Málið nefnilega fyrst og fremst komið vegna öryggismála á þessu svæði og kvartana frá íbúum í Súluhöfða sem bæjarráð hafði til umfjöllunar á síðasta ári. Öryggi þessa íbúa í og við sín heimili lykilforsenda fyrir því að bæjarstjórn samþykkti einróma í desember að ráðast í þetta verkefni með golfklúbbi Mosfellsbæjar. Skipulagsmál í eðli sínu lýðræðislegasta ferli stjórnsýslunnar. Þegar skipulagi fyrir þetta svæði liggur fyrir, þá munu hagaðilar eins og Hestamannafélagið og íbúar í nágrenninu fá tækifæri til að rýna það og koma með athugasemdir. Það verður engin afsláttur gefinn af því þrátt fyrir vilja bæjarstjórnar og golfklúbbsins til að ráðast í þessar breytingar. Ég vil einnig segja að í mörg ár hefur útivistafólk, hvort sem það eru golfarar, hestamenn, gangandi, hlaupandi eða hjólandi, notið þess að nýta strandlengjuna saman sem algjör útivistaparadís. Og það þurfum við að gera áfram. En það þarf auðvitað að vera í fyrirrúmi, tillitssemi og aðgát hjá okkur öllum sem nýtum þetta svæði. Og sýna svo samstöðu svo við getum öll notið þess. Ég sjálf ein af þeim sem nýtt þetta svæði mikið undanfarin ár og hef alltaf haft í huga að líta vel í kringum mig og sýna tillitssemi þarna. Og ég held í raun að flestir geri það. Enda hefur verið lítið sem ekkert einhver alvarleg slys á þessum annars fjölfarna svæði. En þetta mál gefur okkur auðvitað tækifæri til að ræða betur öryggismál á svæðinu og grípa til aðgerða eins og að merkja betur og jafnvel fá hagsmunaaðila að borðinu til að gera nokkurs konar svona samskipta sáttmála sín á milli. Við sem sitjum við þetta borð gerum okkur fulla grein fyrir því að það lykilatriði að leggja fram skipulag og lausnir til að við getum áfram nýtt okkur þetta svæði saman. Við bara vonumst til að geta átt gott samtal og samvinnu við Hestamannafélagið Hörð og aðra sem nýta sér þessa paradís sem og íbúa sem búa nálægt golfvellinu. Þannig að bara vildi koma upp til að útskýra þetta aðeins og segja að við viljum gott samtal og góða samvinnu. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls lið 2.5. Bæjarfulltrúi Jana Katrín. Forseti og bæjarfulltrúar kemur upp með sama máli, mál 2.5, stækkun Hlíðarvallar. Já, ég tekið mitt undir það sem Halla Karen búin að tala fyrir. Það þarf klárlega að finna einhverja lausn á þessu máli varðandi ástandi sem búið að skapast þarna í tengsl við þessi íbúðarhús. Mér finnst það sem að það áhugavert að því ég hef margbúin að spyrja út í það hvort það sé gert, þessi tillögur séu í samráði við Hestamannafélagið og með sátt við þau og alltaf hef ég fengið þau svör að svo sé. Þannig mér finnst mjög áhugavert að sjá þetta bréf sem kom frá formanni Hestamannafélagsins og sjá umræðuna í tengsl við þetta mál og heyra hvað þau eru gríðarlega ósátt við þetta. Og það fullkomlega skiljanlegt. Það verið að leggja til að það verði gólfvöllur sitt hvoru megin við reiðleið með tilheyrandi umferð þar gegn. Auðvitað sjáum við út á Blikastaðanesi það gólfvöllur þarna og reiðleiðin umhverfis hann. Í þessu tilfelli gólfvöllurinn sitt hvoru megin við eins og lagt til. Ég held allan að það þurfi klárlega að kafa dýpra í þetta mál og finna einhverja farsæla lausn sem að allir geta verið sáttir við og þannig við sem að tryggja öryggi allra, bæði auðvitað íbúana upp í Súluhöfða en það má ekki gleyma þessu stóra parti að það þarf að huga að öryggi hestamanna þarna á þessari reiðleið. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera
en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli 2.1 í bæjarráði Mosfellsbæjar nr. 1625. Helgafellshverfi 5. áfangi gatnagerð. Fyrir þessum fundi lá fyrir óskum heimild bæjarráðs við að gera viðauka við fjárhagsáætlun vegna uppbyggingar 5. áfanga Helgafellshverfis, þar að segja þá gatnagerðina í því hverfi. Það svo sem ekki óalgengt að í framkvæmdum eins og eru víða í Mosfellsbæ að það þurfa að breyta fjárhagsáætlunum varðandi málið svo gatnagerð. En það sem að ég vildi koma hér upp og vekja athygli á og ræða aðeins áður en við förum síðan og fáum tillöguna viðaukann, að það þessi 183 milljóna króna viðauka greiðsla sem er verið óskaðan eftir til þess að klára þessa gatnagerð. Það þannig að það búið að ganga á ýmsu með þessa gatnagerð. Hún í fyrsta lagi það byrja 1 ári of sein og þegar að þetta hefur borið á góma inn í bæjarráði að þá hafa komið svona ýmsar skýringar af hverju þetta hefur gengið með þessum hætti, en það kannski svolítið óljóst hvernig stendur á þessu og það kannski það sem ég myndi vilja fá á hreint, vegna þess að við sem að berum ábyrgð á fjármálum bæjarins og bæjarráð gerir það svo samlega á bæjarstjórn, við þurfum að sjálfsögða að hafa fulla yfirsýn yfir hvað það sem að gengur þarna á, og það sem að kannski kom mér mest í opna skjöldu og kannski var til þess að ég fór að kafa miklu dýpra ofan í þetta mál, það var það að því var hent á lofti og þá kannski ekki í fyrsta skipti í umræðum þessa gatnagerð að það væri bara ekki hefði ekki verið nógu vel aðeins staðið varðandi undirbúning, varðandi útreikninga og hvernig undirbúningur var háttað fram á útboði sem var síðan haldið áður en það var samið við þennan aðila sem með þessa gatnagerð. Þetta kom fram á fundi bæjarráðs á 5. daginn og það kemur mér mjög spánst fyrir sjónir vegna þess að ég satt í skipulagsnefnd sem formaður skipulagsnefndar á síðasta kjörtímabili og nokkrir bæjarfulltrúar hér sem voru í þeirri nefnd, eða allavega 1 eða 2, og þetta skipulag og þessi gatnagerð, hún kom ítrekað fyrir bæði bæjarstjórn og skipulagsnefnd og bæjarráð vegna þess að það var verið að gera breytingar á skipulaginu, sérstaklega hvað varðar göturnar, vegna þess að það gekk illa til þess að fá hlutirnir til þess að ganga upp og til þess að fá gatnagerðina til þess að standa undir sem við þurfum að sjálfsögða að gera. Og það voru gerðar atlögur af breytingum og þær voru svo sannarlega framkvæmdar, til dæmis með stofngötuna sem var breytt töluvert mikið vegna þess að hún var miklu meira beint upp úr landinu í fyrri tillögum, en þá var hún alltaf brött og þá hefði þurft að leggja töluvert mikið kostnað varðandi til dæmis að hafa hana upphittað og svo framvegis. Þannig að ég veit ekki betur og ég meira þess að tók þátt í því en að það hafi verið lögð mikil vinna eins og alltaf hefur verið gert undanfarin ár í því að vinna þessi gögn vel og undirbúta vel þannig að við séum að passa upp á skattpeningana og þetta sé unnið af vandvirkni eins og okkur ber að gera. Þannig að það kom mér mjög óvart að það skyldi vera eina aðalástæðan fyrir því að þarna væri komin þessi mikla hækkunarþörf og verið að kalla eftir þessum viðauka, að eina aðalástæðan fyrir því væri bara að þetta hefði bara ekki verið nógu vel undirbúið vegna þess að það hefði bara að drífa þetta fyrir kosningar. Þetta bara kemur algjörlega óvart og við þurfum áður en að allavega áður en ég ætla að samþykkja hana viðauka, þá þurfum við að fá heildarmynd í þetta. Það getur vel verið að meirihlutinn sé með það og það er þá ágætt ef þau geta það bara svarað þeim spurningum sem ég með þetta mál, en ef ekki að þá mun ég bara beina þeim spurningum til okkar ágætu bæjarstjóra og þannig að við munum þá geta fengið þetta á hreint vegna þess að við þurfum að sjálfsögðu að vita hvernig þessum málum háttað þarna og ef að það hefði verið þannig að
það hefur ekki verið staðið nógu vel að þessu í undirbúningi, að þá þurfum við þá allavega að reyna að læra af því vegna þess að svoleiðis stjórnsýslu viljum við ekki stunda og ég veit ekki til þess að hún hefur verið stundu hér. Það kom upp spurningar eins og bara hvaða aðilar sáum gerða útboðsgagnanna og þá þessa magnreiknu útreikninga. Hverju voru það sem voru að vinna þetta hér á umhverfissviðinu? Við vorum að vinna þetta í skipulagsnefndinni og það þarf að sjálfsögðu að fara ofan í það þá ef að fólk að halda því fram að þetta hefur verið gert bara til þess að koma þessu í gegn fyrir kosningar. Það er til öll gögn það hvaða fundir voru haldnir og hvaða vinna var unnin til þess að vinna þetta undirbúningsvinnuna og síðan þurfum við að fara í gegnum það betur af hverju stafa þessar miklu tafir sem hafa orðið. Hvaða aðilar hafa haft með höndum eftirlit með þessu verki og hvernig hefur verið að því staðið. Hafa þessir aðilar samþykkt allar magnbreytingu sem hafa orðið og staðreynt hana, þeim ber að gera það áður en að reikningar eru samþykktir og svo framvegis. Og síðan er spurningum það efni sem er verið að fjarlægja af lóðunum núna sem að Mosfellsbær er að greiða. Það var gerður samningur og samkomulag að það mætti, að verktakar mættu geyma þarna visst mikið magn af efni. Er miklu meira efni á þessum lóðum og inn á þessu landi heldur að samið að hefði mátt vera þarna. Og ef svo af hverju þá Mosfellsbær að greiða þann kostnað sem af því hlýst að gera lóðurnar byggingarhæfar. Ég veit lóðarna sem var talað frá hendi Mosfellsbæjar að ætti að fjarlægja þetta eitthvað 600.000 rúmmetra. Það fór í 1700 rúmmetra. Og af hverju þá Mosfellsbær að greiða mismunina þessu og á þetta við allar lóðirnar. Þannig að við þurfum að fá góðar útskýringar á því hvað þarna í gangi. Það er verið að biðja um 183 milljónir sem er heilmikill peningur varðandi þennan viðauka. Og við þurfum þá líka áður en að vera samið við þann verktaka sem er að vinna þessa vinnu núna á þá að semja með hann aftur núna og þurfum við að gera sérstakan samning við hann. Er þessi viðauki það stór? Er hann það stór hluti af verkinu? Það samkvæmt stöðlum þá ber okkur að gera nýjan samning við hann. Eða þarf að leita eitthvað annað til þess að þetta verið klárað með sóma, svo ég segi nú ekki annað. Takk fyrir. En það væri kannski ágætt að vita hvort að einhverjum meirhlutarnir getur svarað eitthvað af þessu spurningum eða hvort að við leggjum þær bara fyrir sérstaklega og fáum svör við þeim síðar. Takk. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, það er sjálfsagt mál að fara í gegnum það í stjórnsýslunni hér á umhverfissviði hvernig undirbúningi var háttað varðandi þetta hverfi og við munum að sjálfsögðu afla þess. Ég minni hins vegar á ummæli starfsmanna sem koma inn á bæjarráðsfundi að það er trúnaður það sem er sagt á fundum. Þannig að ég bara vil ítreka það. Að það sem er sagt inn á fundum er sem sagt trúnaður og það ættuð þið að vita, kæru bæjarfulltrúar. Nú varðandi þessa framúrkeyrslu eða þennan viðauka þá eru 32 milljónir af því er tilfærsla á verkefnum sem var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun í fyrra. Þannig að við erum að tala kostnað verksamnings umfram áætlun upp á 145 milljónir tæpar sem eru þær skýringar sem ég hef tekið bara góðar og gildar en það er sjálfsagt mál að kafa dýpra ofan í það að svæðið hafi verið erfiðara og það þurfti að magntaka miklu meira heldur en ráða fyrir gert í upphafi. En ég ítreka það að við munum að sjálfsögðu afla allra þeirra upplýsinga og svara þeim spurningum en ég þarf að fá smá tíma til þess gagnvart umhverfissviðinu. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Lofís og gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek undir með bæjarstjóra að það þurfi nú að fara varlega í það þegar vitnað er í umræður á lokuðum fundum. En
þar hefur verið farið mun ítarlegra í ástæður heldur en við getum gert á opnum fundi og ég ætla að virða þann trúnað við starfsfólk sem það ríkir. En það sem ég vil sérstaklega ávarpa að hér sé talað að framkvæmdir á þessu svæði séu 1 ári of seint á ferðinni. Heimild til útboðs og gatnagerð var samþykkt í bæjarráði 7. apríl 2022. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sat ekki þann fund heldur varaformaður bæjarráðs á þeim tíma, Kolbrún Þorsteinsdóttir, sem var þá bæjarfulltrúi. Heimild til að ganga til samninga við lægstbjóðanda í gatnagerðina var samþykkt á fundi bæjarráðs 25. maí 2022 þegar fráfarandi meirihluti var ennþá við stjórn og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson var formaður bæjarráðs á þeim tíma. Þannig að það að verkinu hafi seinkað á okkar vakt á einungis rætur að rekja í það að það útboð sem var sett af stað 7. apríl 2022 þar sem voru frumkostnaðaráætlun láti grundvallar og ég hef heyrt marga bæjarfulltrúa gagnrýna mjög í öðrum verkefnum að farið sé af stað þegar að bara frumkostnaðaráætlun liggur fyrir. Það bara staðreynd sem á borðinu, þetta eru opinber gögn, þannig var þetta og svo kemur í ljós eins og með svo gríðarlega mörg verk að frumkostnaðaráætlun einmitt það, hún frumkostnaðaráætlun. Svo þegar að farið af stað að þá sést að það þarf að aðlaga og breyta og í þessu tilfelli þá kemur það í ljós eins og bara aftur, ég veit hvað mesta gagnrýni í borgarlínuverkefnum en hér bara nákvæmlega sama staðan, það farið af stað í verkið og það stóðst ekki. Þegar að meiri upplýsingar liggja fyrir á borðinu kemur í ljós að framkvæmdin mun umfangsmeiri heldur en gert var ráð fyrir og þannig að úthlutun lóðanna hefur vissulega tafist vegna þess að gatnagerðin var mikið erfiðari heldur en gert var ráð fyrir þegar að keyrt var af stað með verkefnið var eins og dagsetningarna sanna rétt fyrir kosningar og ég man ekki betur heldur en að það hafi verið mikið hampað fyrir kosningar að þetta væri komið af stað en það nú eins og svo oft að það oft betra að undirbúa aðeins betur áður en að stað haldið þannig að kostnaðaráætlanir standist. Svo var ekki raunin þarna. Við vildum vanda enn betur frágang heldur en manni sýndist að hefði stefnt í. Við erum með þarna mjög verðmætar lóðir. Við viljum ekki draga úr verðmæti þeirra með að hafa allt í rusli þarna í kring. Þetta eins og margoft hefur verið bent á. Síðustu lóðir, suðurhlíða lóðir sem eru alfarið í eigu bæjarins sem við erum að útdeila þarna. En ég ætla líka að taka undir það. Rýnum hvernig þetta gat farið svona. Þetta ekki kannski eins og við vildum hafa það. Þetta ekki eins og við viljum hafa það. Við viljum þá rýna hlutina betur og vanda okkur áður en af stað haldið eins og frekast unnt. Tökum þetta upp, skoðum þetta, en við ætlum ekki að fara að seinka afhendingu eða sölu á þessum lóðum meðan við rýnum eitthvað sem var ákveðið í fortíðinni. Við verðum að halda áfram, ekki viljum við láta þetta standa svona áfram, við viljum klára verkið, úthluta þessum lóðum. Það mikið fjallað það að fólk vilji geta farið að byggja þarna, þannig að gerum það. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla fyrst að fá að svara athugasemdum frá bæjarstjóra varðandi það að sjálfsögðu ber okkur að gæta trúnaðar á lokuðum fundum og ég var ekki að vitna í orð einhvers starfsmanns hér í mínu máli
þegar þetta hefur verið rætt í bæjarráði að þá hef ég til dæmis fjalla hér það sem að hefur verið rætt þessa framkvæmd og ég ekki að vísa til eitthvað sem að starfsmaður hér hefur sagt, þannig að við skulum hafa það algjörlega á hreinu. Varðandi að það hefur átt að klára þetta fyrir kosningar og því að eitthvað verið sérstaklega hampað. Ég kannast nú reyndar ekki við það. Ég kannast heldur ekki við það að það hefur komið einasta athugasemd frá bæjarfulltrúa Viðreisnar Lovísu þegar þetta mál var afgreitt á neinu stigi að þetta þyrfti nú kannski að rýna þetta betur eða skoða þetta betur. Þannig að ef að hún hefði talið að þetta væri verið að gera þetta í einhverjum flýti eða þetta væri illa þessu staði, þá hefði nú verið í lóga lagið að benda á það og kannski bóka þá það eða sitja hjá í málinu, en það var ekki gert, þannig að það er alltaf mjög gott að koma eftir á með skýringar það. Ég heldur ekki að kenna núverandi meirihluta að þetta hafi tafist þessar framkvæmdir í gatnagerðinni. Hún þarf ekki að taka það persónulega heldur, bæjarfulltrúin Lovísa hjá Viðreisn, vegna þess að ég gerir mig grein fyrir því að það er ekki bæjarfulltrúar sem að standa þarna með skóflurnar og eru í gatnagerðinni, en það er aftur á móti staðreynd að við höfum rætt að það hafi orðið verulega tafir á þessari vinnu með alls konar skýringum sem ég ætla ekki að fara út í hér vegna þess að við höfum rætt það á lokuðum fundum og það er trúnaður og það stendur nú hérna í minnisblaðinu að verklok átti að vera 1. júlí 2023 og núna er maí 24 þannig að það er það bil árs seinkun á þessu og ef að einhver hefur séð það fyrirfram að það myndi aldrei nást að klára þetta 1. júlí 2023 þá skulum við nefnilega endilega rýna það til þess að koma í veg fyrir það að þannig vinnubrögð séu ástundu hérna í stjórnsýslunni og ég fullyrði það að það er ekki gert. En þessna er ég að segja við þurfum að rýna þetta mjög vel og skoða þetta og ég ekki að tala með því að tefja úthlutun og lóðunum, nóg hefur þetta tafist en við þurfum að vera með það algjör hreinu ef við ætlum að fara að samþykkja hérna viðauka upp á 183 milljónir að það sé þá við séum með belti og axlabönd að þetta muni standast og að þessi verktaki sé þess umkomin að klára þetta og ekki síðast en ekki síst sem stendur auðvitað upp á okkur en við erum auðvitað að greiða fyrir það að sá aðili sem tekur að sér að hafa eftirlit með þessu hann sé að vinna vinnuna sína og við séum að fá allar upplýsingar upp á borð að því við berum ábyrgð á þessum fjármálum. Ekki einhver verktaki út í bæ og ekki einhver eftirlitsaðili, heldur það eru við sem erum hér kjörin og setjum til dæmis í bæjarráði. Við þurfum að bera ábyrgð á því hvað við erum að samþykkja og við þurfum að hafa heildarsýn yfir það. Það er lágmarkskrafa sem við getum gert í sjálfur okkur. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Hjörtur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir sama máli. Aðeins að fá að tala þetta með þessa upphæð og þetta ástæður fyrir aukningu eru, mun ég telja einhvers staðar mistök í ferlinu. Menn fara í magnreikninga, menn eru að skoða, menn fara í jarðvegsrannsóknir, menn vita hvar klöppin liggur, þú ferð í magnreikningar, einhvers staðar hefur eitthvað gerst, þannig að við erum að vanáætla í ákveðnum hluta. Mér skilst að þetta minnisblað sé trúnaðarmál, þannig að ég ætla ekki að vitna í það, við sem að leirðum með við erum fara með rangmál, en einhvers staðar er þetta ekki allt eins og þetta á að vera og ítrekka bara eins og við erum sammálum, rýnum hvað hefur farið illa, hvar hefur við klikkað eða hvar hefur klikkað í verkefninu og ætla ekki að benda á hvað við höfum klikkað, þetta er stórt verkefni og það er alveg eðlilegt stundum að það séu aukningar eða magnbreytingar í verkum og einhver framúrkeyrsla þó hún sé aldrei vinsæleg þá er hún oft eðlileg. En ég vildi bara aðeins fara því ég veit hvernig það er að vinna við magnreikninga og vinna við að maður slumpar ekki á magntölur í útboðsgögnum að þú veist, það hefur bara einhvers staðar
verið, tel ég persónlega, mistök í þessu ferli. Og þá er ég ekki að benda á neitt sem einhvern sökudólg. Svona hluti gerast og það er svona ítrekað aftur þetta með að rýna vel hvað fór vel og hvað fór illa. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri, já, bæjarfulltrúi Lóvísa, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar og forseti. Já, ef ég hefði verið bæjarfulltrúi í apríl og maí á síðasta ári, 22, þá hefði ég kannski mögulega kveikt á einhverju, ég veit það ekki, ég ætla ekki að fullyrða það. En ég var ekki bæjarfulltrúi. En ég hef hins vegar bara haft fulla trú á því og treysti eins og við gerum nú öll því sem að við fyrir okkur er lagt. Auðvitað geta öllum orðið á mistök, eins og bæjarfulltrúi Hjörtur, fyrir ekki að ég man ekki hvað svona þú ert, Arnarsson. Þannig að maður á að nota fullt nafn segja reglurnar. Hjörtur Arnarsson var að benda á að það getur ýmislegt komið upp og það er akkurat það sem ég var svona að reyna að segja. Ég var líka að benda á það að í kostnaðaráætlun var miðað við kostnaðaráætlun. Ég var að benda á það líka að það hefur verið gagnrýnt í öðrum verkum en við höfum haft þennan háttinn á, lærum af því, skoðum þetta, hvernig við erum að gera. Ég tel nú reyndar að nú þegar, og við höfum nú fengið talsverða ákúrur fyrir það, að hafa aðeins breytt vinnulagi eftir að við tókum hérna við, en við höfum, eins og við höfum áður sagt, í ræðu og riti, við höfum trú á því að það tryggja okkur vandaðri vinnubrögð. Það á eftir að koma í ljós, en ég vil bara, það virðist vera einhver misskilningur hér á ferðinni að við séum að taka þetta eitthvað persónulega. Við erum alls ekkert eitthvað að taka þessu persónulega. Við erum hins vegar að bara benda á nokkra staðreyndir í málinu. Og þá bara eiginlega segi ég tilbaka, það má heldur ekki taka því persónulega þegar við erum að benda á að hverjar eru dagsetningarnar og það er vissulega rétt. Það hafa orðið tafir á verkinu. Það hefur verið útskýrt í þaula og verið farið yfir hér áður. Það liggur fyrir að þegar verkið breytist á verktíma þá verða óhjákvæmilega á því tafir. En áfram gakk. Sýnist þetta að horfa allt til betri vegar með úthlutunina sjálfa. Ég hlakka til þess að sjá hvað við fáum út úr því og það fyrir nú held ég bara að styttast í það sem er bara mjög áhugavert. En þetta geti kannski bara verið verkefni fyrir okkar innri endurskoðun þegar á einhverjum tímapunkti. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hjörtur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem aftur upp inn í sama máli. Annað sem ég hreinlega bara gleymdi á hann, það er það að við af Mosfellsbær kaupum ráðgjafarþjónustu af fyrirtækjum sem sér þessu í þessum verkefnum. Við sjálfsögðu getum sett kröfur og berum mikla kröfur á þá fagaðila sem vinna það fyrir okkur. Sama og við gerum til eftirlitsaðila og við mögum líka vera óhrædd við að skoða það. Ef að kostnaðaráætlanir eru óraunhæfar, þá eigum við óhrædd við að vera tilbúin til að gagnrýna það líka. Og það er ástæða fyrir þessi fagaðilar eru til, við leitum til þeirra og við kaupum þjónustuna af þeim og við væntum þess að það sé vel til. Ég efa að það er ekki gert, það gera allir sitt best í þessu. En við megum setja og passa okkur á því að við erum með flotta aðili í þessu sem að við getum sett kröfur á að skila góðri vinnu. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég verð að segja að ég bara fagna þessari umræðu um þetta mál og að við munum skoða þetta vel, þetta með eftirlitsaðilana og alla þá vinnu sem við erum að kaupa og ég hef nú oft
rætt að við erum svolítið sveitarfélögin, við erum semst á markaði með öðrum sem að það er mikið í gangi, Landspítalinn og fleira, þannig að við erum oft við erum að kaupa þessa vinnu mjög dýrt, það er sem sagt skortur á verkfræðingum og öðru tæknifólki á markaði og hjá þessum fyrirtækjum, þannig að mann er svona oft hugsað það hvort við séum raunverulega að fá þau verðmæti sem við erum að borga fyrir en í þessu máli þá munum við skoða og höfum verið að skoða og fylgjast vel með því að eftirlitsaðilar sé að vinna sína vinnu fyrir okkur. En ég segi bara aftur, ég eiginlega fagna þessari umræðu og held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur að fara í greiningu á þessu máli. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerð 1625. fundar bæjarráðs opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðsum aðra liði hennar og þá tökum við fundargerðan til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 1625. fundar bæjarráðs rétt upp hönd. Það eru 1100 á lofti, takk fyrir það, samþykkt samhliða. Þá er það þriðja mál á dagskrá þessa fundar, það er fundargerð 14. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 7. maí, þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu, bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir máli 3.3, fablafsmiða í Mosfellsbæ, en atvinnu- og nýsköpunarnefnd fékk góða kynningu frá leiðtoga grunnskólamála. Páli yfirstandandi vinnu varðandi fablab og þá tengingin þá við fræðslusvið og grunnskólana. En vinnustofa var þá haldið með aðalum frá grunnskólanum sem tók svona saman helstu niðurstöður, hvernig svona þau sjá fyrir sér að verkefnið verði tekið áfram og þannig að ýmsar tillögur voru ræddar. Þið sjáið í kynningunni bæjarfulltrúar það sem svona kom frá þeim sem sóttu þessa vinnustofu og það var kannski svona helst sem maður greip þarna var að þeim þótti mjög mikilvægt að sveitarfélagið og skólarnir þá veiti góðan stuðning í svona verkefni. Þannig að tekið sérstaklega fram að kaupa búnaðinum er náttúrulega bara partur af þessu. Það þarf að styðja vel við verkefnið og þetta er svona náttúrulega langtíma verkefni sem þarf svolítið að innleiða inn í kennsluna. En þetta verður svo tekið fyrir, gerir ráð fyrir innan fræðslunefndar og rætt þar. En þetta var svona þessi kannski angi af þessu verkefni tengt fablab eða hönnunarsmiðju sem við erum svona að reyna að halda gangandi og svona sjá kannski hvar við sem sveitarfélag og okkar íbúar hvernig við getum svona fengið sem mest út úr þessu verkefni. Þannig að þetta er svona partur af því. Þannig að þetta er bara mjög gott að fá þessa kynningu frá leiðtoga grunnskólamála og svo verður bara verkefnið tekið áfram og við vonumst til þess að vera komin að einhverju svona kannski svona framtíðarsýn hvað þetta varðar þegar við ráðum svo í fjárhagsáætlanagerð á haustmánuðum. En fínt innlegg í þessa umræðu þetta verkefni. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Kemur upp undir máli 3.2 sem að tóku fyrir á síðasta fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar varðandi framkvæmdastjóra ferðamannastaða og úthlutun sem var tilkynnt núna fyrir þessu ári.
En Mosfellsbær fékk ekki styrk að þessu sinni. En ég svona, maður hafði kannski svona hóflega væntingar til þess að við myndum fá styrkið að þessu sinni, en við náttúrulega leggjum allt kapp á að setja góða vinnu og undirbúa góð umsókn fyrir næsta frest. En man langar kannski helst að svona vekja athygli á því að sko núna það sem við höfum markaðsstofu fyrir höfuðborgarsvæðið og öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu eru komið með áfangastaðaáætlun sem er svolítið svona stór partur af því þegar maður að sækja úr framkvæmdasjóðnum að sveitarfélög séu með þess háttar áætlun. Þá svona kannski finnst manni, hvað maður segja, svolítið sérstakt að einungis 2 verkefni á höfuðborgarsvæðinu fengu úthlutun og bara lítill hluti af heildarúthlutun rann til sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. En þetta dreifðist yfir landið sem er náttúrulega besta mál. Ég kem sjálfur utan landið, þannig að ég er svo sem fagna því alveg, en manni finnst það svolítið sérstakt að stóru sveitarfélögin fá ekki aðeins stærri skerf, en það verður kannski bara næst. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú svo sem ekki að lengja fundinn mikið. Mér langaði bara helst að taka undir það sem að Sævar var að nefna með þessa skekkju í úthlutun til sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og svo á landsbyggðinni. Það er 70% cirka af landsmönnum sem búa hér, en kannski það sem meira er að yfir vetrartímann þá tökum við langstærstum hluta ferðamanna. Þannig að ég ber von í brjósti til þess að við séum komin með áfangastaðastofu, skil okkur í jafnara framlagi til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Við erum með spennandi verkefni og eins og kemur fram hérna í þessar kynningu að margt sem við sjáum tækifæri í fyrir Mosfellsbæ og bara höfuðborgarsvæði í heild sinni. Þannig að ég held að við öll bæjarfulltrúar, bæði hér og í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, ættum að láta rödd okkar heyrast líka í þessu málaflokki. Þannig að það verði ekki, það verði allavega aðeins jafnara hlutfall. Ég held að var það 4,4% sem að við fengum af heildinni hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að 4,4% miðað við hvaðan skatttekjurnar almennings er að koma, þá finnst mér að mætti kannski aðeins jafna þetta, eitthvað pínulítið. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Hjörtur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég er svo mikill áhugamaður þetta verkefni að ég varð að koma nánast að segja eitthvað. Ég er lengi búinn að bíða eftir því að sjá umsókn frá Mosfellsbæ í þennan sjóð og ég fagna því að við sóttum Við erum ég get verið sammála þessu sem fyrir aðilar hafa talað hérna með hlutfalla milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Áherslur þessa sjóðs eru hins vegar öryggi ferðamanna og gróðurvernd og það er svona úthlutun svona að miklu leyti því leiðarljósi og við þurfum kannski svolítið að miða okkar, auðvitað var að hluta til okkar umsókn varðandi það, en það skýrir kannski aðeins þetta einhvern hluta af þessi misræmi, þó að gera það alls ekki allan hátt eins og við erum að tala um. Þannig að auðvitað er svekkjandi, við fengum ekki, en við munum að sjálfsögðu vonandi halda áfram og undirbúa góðar umsóknir næst. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði og þá bið ég bæjarfulltrúa sem að staðfesta þessa fundargerð 14. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar að rétt kvöld.
Það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 4. dagskrárlið þessa fundar. Það er fundargerð 248. fundar umhverfisnefndar. Þar voru 4 mál á dagskrá og þar hefur verið vakin athygli forseta á vanhæfi bæjarfulltrúa Lovísu Jónsdóttur í lið 4.3, eigendasamkomulag Sorpu um meðhöndlun úrgangs í Álfsnesi og hún víkur því að fundi ef engar athugasemdir eru við það og meðan við tökum þann lið til umræðu og afgreiðslu. Og ég sé engar athugasemd, enginn gefa merkjum athugasemd, þannig að þá bara opna ég mælendaskrá þennan dagskrárlið 4.3, einhver sem óskar eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera og þá bið ég bæjarfulltrúa að geta staðfest þennan lið 4.3 eigendasamkomulag Sorpu um meðhöndlun úrgangs í Álfsnesi. Gefa merki, það eru 10 hendur, samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og bæjarfulltrúinn kominn í salinn aftur og þá er fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti, einhver sem óskar eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera og þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest 248. fund umhverfisnefndar Mosfellsbæjar að gefa merki með handauppheitingu. Það eru 11 hendur, samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá er það 5. dagskrármálið sem er 18. fundur menningar og lýðræðisnefndar frá 14. maí og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir fyrsta liði fundargerð menningar og lýðræðisnefndar sem ber heitið opinn fundur menningar og lýðræðisnefndar 2023. Eins og bæjarfulltrúar eflaust muna þá stóð menningar og lýðræðisnefnd fyrir opnu fundi í Hlégarði þann 28. nóvember síðastliðinn. Yfirskrift þess fundar var sköpum rými og vildi nefndin með þessari yfirskrift leita til listafólks og almennings hugmyndir og hugarflug varðandi rými til listsköpunar, sýninga og samveru sem á miðlun menningar. Fundurinn fór fram með þjóðfundarsniði. Umræðan var stýrt þannig að það voru sett fyrir umræðuefni og þau voru miðlun og sýnileiki, uppspretta sköpunar og aðstaða og 3. yfirskriftin var frumkvæði og þáttaka. Það sköpuðust fjölbreyttar umræður á fundunum og athyglisvert en ekki óvænt var að Hlégarður var ofarlega í huga þeirra sem mættu á fundinn. Fyrir þessum 18. fundi menningar og lýðræðisnefndar sem er hér til umræðu þá lá samantekt frá umræddum íbúafundi. Gildandi menningarstefna sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar þann 14. október 2020 hefur gildistíma 2020 til 2024. Svo tímabært er að hefja endurskoðun og uppfærslu menningarstefnu fyrir Mosfellsbæ. Enda mikilvægt að skoða hvert við viljum stefna, hvað hefur tekist vel og hvað síður með reglulegu millibili. Það fer því vel á því að hefja slíka endurskoðun með opnum fundi líkt og gert var við síðustu endurskoðun og samþykkti nefndin að þessu sinni að fela starfsmönnum að undirbúa tillögu endurskoðun á menningarstefnu Mosfellsbæjar og þessi gögnin frá opna fundunum eru þá innlegg inn í þá undirbúningsvinnu. Ég vildi bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég kem undir sama lið og mig langar eiginlega bara að fá að lýsa bara yfir ánægju minni með svona niðurstöðurnar, það eru vel uppsettar og framreittar, ef þetta er orðað þannig. Og það er bara svona ánægjulegt að sjá svona hvað fólki vill sjá í húsinu og í þessum málum bænum. Þannig að það er bara gaman að sjá hvað kemur út af þessu. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti og bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ég kem hérna upp undir næsta lið á fundargerð menningarmálanefndar. Það er liður 5.2 sem ber heitið Hlégarður starfsemi 2024. Undir þessum lið þá kynnti sviðsstjóri menningar, íþrótta og lýðheilsu, þær framkvæmdir og lagfæringar sem þegar hafa farið fram og eru á döfinni. Eins og fram kemur í minnisblaði sviðsstjórans sem fylgir málinu, þá er samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2024 gert ráð fyrir allt að 50 milljónir króna til leikfærðrar fjárfestingar og gert ráð fyrir því að 30 milljónir króna þeirri fjárhæð renni til endurgerðarþaksins eða þess hluta sem ætlunin er að taka og 20 milljónir króna til aðgerða við að bæta hljóðvist og hljómburð og samhliða auka hlýleika hússins. Verkefnastjóri Hlégarðs kynnti síðan það starfsemi og viðburði sem haldnir hafa verið í húsinu það sem af er þessu ári en allt stefnir í að atburðir ársins verði alltaf 250 eins og stefnt var að. Eins og bæjarfulltrúar og reyndar bæjarbúar eflaust vita þá hefur dagskrá hússins verið fjölbreytt og viðburðir hafa verið mjög vel sóttir. Þannig að það má með sanni segja að svo ákvörðun bæjarráðs að taka Hlégarð aftur heim sem tekin á vorið 2023 og ráðning viðburðarstjóra var heillaskref. Menningar- og lýðræðisnefnd hafði samþykkt einróma á fundi sínum 11. apríl 2023 að leggja til við bæjarráð að farið yrði af stað með tilraunaverkefni til 2 ára að bærinn tæki rekstur Hlégarðs yfir. Meginrök nefndarinnar voru að með því að bærinn hefði umsjónina með reksturinn þá væri markvisst hægt að efla og auðga menningarstarf í Mosfellsbæ. Sérstaklega lagði nefndin áherslu á að þannig væri hægt að bjóða einstaklingum, félagasamtökum og öðrum hagaðilum rými til sköpunar, samveru og viðburðahalds. Skemmst er frá því að segja að bæjarráð ákvað að samþykkja þessa tillögu. Eins og ég sagði hér áðan að þá var farið af stað með 2 ára verkefni þar sem tíminn yrði nýttur til þess að kynnast húsnæðinu og þeim möguleikum sem það byði upp á. Hvað hentaði og hvað hentaði ekki eins vel inn í þetta hús. Og hvaða framkvæmdir eru nauðsynlegar til þess að efla og styrkja og styðja við þá starfsemi sem við viljum hafa í húsinu. Það er því nauðsynlegt að í menningarhúsi eins og Hlégarður er svo sannarlega að menningarhúsi sé að sett stefna til þess að byggja sitt starf á og allar aðgerðir, enda mun menningar- og lýðræðisnefnd vinna að stefnu og framtíðarsýn fyrir Hlégarð, sérstaklega stefnu fyrir Hlégarð, þannig að við getum haldið vel utan uppvöxt hans, enduruppvöxt hans. En það verður að sjálfsögðu gert í samstarfi við bæjarbúa og hagaðila og áður en þetta 2 ára tilraunaverkefni rennur sitt skeið á enda. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði og þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 18. fundar menningar- og lýðræðisnefndar að gefa merki með handauppflytningu. Það 11 hendur samþykkt samhljóða, takk fyrir það. Þá það 7. dagskrármál sem fræðslunefnd 433. fundur frá 15. maí. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Gæti forseti og bæjarfulltrúar, ég kom hérna upp undir þessu eina máli og mér langar bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á úthlutun fræðslunefndar úr Körusjóði og Körusjóður náttúrulega eins og þið vitið, honum ætlað að efla nýsköpun og þróun í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar og að þessu sinni bárust 10 umsóknir fyrir samtals rúmar 8 milljónir og fræðslunefnd úthlutaði 3 milljónum sem var það fjármagn sem við höfðum til ráðstöfunar
og úthlutuðum þeim til 7 verkefna og það eru því nokkrir skólar sem að fá fjármuni til þess að efla sitt starf. Það Varmárskóli, Hlíð, leikskólinn Hlíð, Helgafellsskóli, Leirvogstunguskóli, Kvíslaskóli og svo félagsmiðstöðin Bólið. Og við auðvitað bara, við tala bara, held ég bara fyrir hönd fræðslunefndar að bara vonum að þetta fjármagn komi sér vel og skólarnir nýti þetta til þess að efla sitt starf og við fáum svo heyra hvernig hefur til tekist. Ég held að þessi sjóður sé og svona úthlutanir úr honum eigi eftir að þróast. Þetta í 3. frekar en 4. skipti sem úthlutað úr sjóðnum og við höfum rætt það mikið og svona að við svona viljum helst úthluta í svona raunverulega þróun á námi frekar en endilega að vera að styrkja búnaðarkaup í skólana. Þannig að og þannig hefur nefndin hagað sér og svona hefur allavega reynt það og það tekur auðvitað svolítið tíma svona þess að búa til þessar hefðir og að þessi skilaboð svona komist áleiðis. Af því að skólunum það á auðvitað að gera skólunum okkar kleift að efla tækjabúnað og svona sitt svona starfsumhverfi með öðrum hætti en úr svona sjóðum sem ætlað að efla þróun og nýsköpun. Þannig að það eru þarna verkefni og sem að ég vonast allavega til að geta talað áfram fyrir en á öðrum vettvangi en að fjármagna það úr Klörusjóði. Bara þannig að það komi fram. En það er ofsalega gaman að sjá þetta öfluga starf og það sem að starfsfólki í skólanum að leggja áherslu á og svona bara varpar enn frekara jákvæða ljósi á skólastarfið í Mosfellsbæ sem almennt séð mjög gott og öflugt og starfsfólk fræðslusviðs hefur verið mjög öflugt í vetur að svona sýna okkur það betur og betur, meðal annars með myndböndum og öðru sem dreift á samfélagsmiðlum. En mér langar bara að vekja athygli á þessu. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Ég kem undir þessum sama eina rið, undir fræðslunefndar og ég vil fá að byrja því að óska til hamingju sem að fengu úthlutun og styrk og ég hlakka til að sjá afraksturinn. Það voru margar áhugaverðar umsóknir og þær sýna svolítið gróskuna og það sem að fólk að hugsa á þessum akri. Ég ætla að taka það sem Aldís sagði með faglegt starf í skólanum okkar því við erum með, og við erum kannski ekki meðvituð það, en við erum með þróunarverkefni í bænum sem litið til á landsvísu. Og það alveg þannig. Þannig að við þurfum líka að vera svolítið duglega að tala það upp. Og það alveg, fólk kemur og bara svo ég nefni bara Helgafellsskóli sem nýr skóli með margar sprota á lofti, að þar til þess mikið það að skólafólk vilji fara og sjá hvað verið að gera. Það sem og það sást líka í umræðu sem við áttum núna fyrr á fundinum atvinnu- og nýsköpunarnefnd þar sem var að fara yfir tækjabúnaðinn sem til í skólum bæjarins. Þetta búnaður sem notaður meðal annars út frá Klörusjóði og við vorum að styrkja kaupa á að efla búnaðinn til að auka þá færni nemenda til í forritun. En það eitt sem ég vakti athygli á fundi fræðslunefndar sem ég vil svolítið brýna skólafólkið að gera og það að það þarf að sækja í þá sjóði sem eru í boði. Og við erum með Klörusjóð sem með svolítið með nýsköpunarmálin í grunnskólum í Mosfellsbæ, en við erum til þess með endurmenntunarsjóð grunnskóla sem að Samband íslenskra sveitarfélaga heldur utan um og það svolítið engin grunnskóli í Mosfellsbæ og þarna eru margar milljónir undir, þannig að það eru margar leiðir hægt að fara til að ná fjármagninu til að styrkja og efla faglegt starf
og við þurfum að vera svolítið svona bara duglegir að gera það. Þannig ég saknaði þess þegar ég sá þá, þegar ég fór að bera þetta saman, að það hefði enginn sótt þar. Því það eru klárlega líka sóknartækifæri fyrir okkur. Þannig að ég bara hlakka til að sjá áreksturinn af úthlutunum og Klörusundi í dag. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo virðist ekki vera og þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og þar með þessa tillögu nefndarinnar til bæjarstjórnar úthlutun úr Klörusjóði. Þannig að ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 433. fundar fræðslunefndar að rétta upp hönd. Það eru allar 11 hendur á lofti og samþykkt samhljóða. Takk fyrir það og forseti vill þá óska styrkþegum innilega til hamingju með úthlutunina. Þá það 7. dagskrármál sem fundargerð 611. fundar skipulagsnefndar frá 17. maí síðastliðnum. Þar voru 12 mál á dagskrá og þar hefur verið vakin athygli forseta á vanhæfi bæjarfulltrúa Höllu Karenar Kristjánsdóttur við afgreiðslu og umræðu máls 7.3. Þannig að ef engar athugasemdir eru við vanhæfi hennar þá víkur hún af fundi á meðan við tökum það mál fyrir. Engar athugasemdir þannig að bæjarfulltrúinn víkur úr salnum á meðan og þá opið fyrir mælendaskrá þetta mál bæjarfulltrúi Sævar Kjörnsvel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, nokkuð ljóst að ég kemur með málið 7.3. Athafna þjónustusvæði við Tungumel og Þingvallaveg. En málið varðar stækkun athafnasvæði fyrir atvinnuhúsnæði sem felur í sér breytingu á vaxtamörkum. Svæði sem ræðir í þessu tiltekna máli eins og segir í málinu, nafni máls við Tungumel og Þingvallaveg. En þetta eru náttúrulega svæði sem maður getur boðið upp á talsverða möguleika. Þetta ferli, breyting á vaxtamörkum og endurskoðun aðskipulags, þetta náttúrulega tekur tíma. Þannig að það nauðsynlegt að fara snemma og tímanlega stað í svona verkefni þegar það fara að breyta og stækka á vaxtamörk. En sko, við náttúrulega sjáum það bara að Mosfellsbær þarf að geta boðið upp á landsvæði fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi til að vera samkeppnishæf gagnvart nágrannasveitarfélögum og einnig bara með vísan í atvinnustefnu sveitarfélagsins og framtíðarhorfum í þessum málum. En þróunin eins og við sjáum náttúrulega þannig að það eru mörg fyrirtæki sem þurfa að flytja sína starfsemi úr svæðum sem eru nær miðsvæðinu, höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega Reykjavíkurborg og eru þá að horfa til jaðarsvæðina sem á höfuðborgarsvæðinu og það náttúrulega Mosfellsbær mjög ákjósanlegur kostur. Þannig að við sjáum að þörfin og mun alveg klárlega að vera mikil og öflug fyrirtæki sem að stækka og vaxa upp úr sínum húsnæðum. Við sjáum bara eins og til dæmis bara í hugverkaiðnaðinum sem náttúrulega verða einn stærsta stoð í íslensku atvinnulífi sem við þurfum náttúrulega að vera bara með atvinnulóðir til að geta brugðist við þegar eftirspurnin skellur á okkur. En samhliða þessu þá náttúrulega myndar þessi breyting svona betri heild fyrir þetta svæði og tala nú ekki hringtengingu án þess að þurfa að þvera Vesturlandsveg varðandi aðkomu og annað. Þannig að ég í rauninni furða mig þá yfir þeirri bókun og hjásöldu hjá fulltrúum minnihlutans í þessu máli. Því að hér eru náttúrulega að horfa til langs tíma þó svo að það náttúrulega verkefni hér þegar við horfum skemmri veg fram í tíman sem eru framöndan sem við vitum af og klárlega höfum við ýmislegt fram að bjóða á næstu árum en við erum að horfa kannski svona aðeins lengra en það með þessu. Þannig en meginhlutinn hefur sýnt að við höfum mikið metnað fyrir áherslu á atvinnumál með atvinnustefnu og við viljum bara horfa einmitt til
lengri tíma til þess að geta svara kallinu þegar að því kemur. Þannig við teljum þetta skref vera það rétta í þessari vegferð. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi kemur upp undir sama máli undir fundargerð skipulagsnefndar, mál 73, athafna á þjónustusvæði við Tungumel og Þingvallaveg, endurskoðun aðskipulags. Þar sem að bæjarfulltrúi Sævar Birgisson furðaði sig á hjásetu hluta minnihlutans, ekki alls, heldur bara okkar sjálfstæðisfulltrúanna tveggja í nefndinni. Þá skal ég aðeins útskýra það. Við erum svo sannarlega ekki á mótfallin því að hér sé unnin vönduð og góð atvinnustefna og það séu boðið upp á fjölbreyttar og góðar lóðir í Mosfellsbæ. Málið snýst það að reyndar ég myndi telja að vera villa í þessu máli. Ég sat reyndar ekki þennan fund vegna þess að þetta er ekki samþykkt svæði í dag undir athafna og þjónustusvæði. Ég heldur það liggur fyrir ósk frá landeigendum að þarna verði útbúin svona lítil bolla eins og það heitir í skipulagsfræðunum undir þetta svæði og þetta kom fyrst upp á síðasta kjörtímabili þar sem að þáverandi eigendur sem eru reyndar ennþá núverandi hlutaeigendur í þessu óskuðu eftir að þarna yrði gerð breyting á aðskipulagi og deiliskipulagi til þess að þarna var hægt að setja upp einhvers konar þjónustu sem átti þá að vera fyrir svona einhvers konar bifreiðaþjónustu, ekki kannski bensínstöð heldur, þær eru nú að breytast bensínstöðarnar, heldur einhvers konar þannig laga þjónusta, verslun þjónusta fyrir þá kannski útivistafólk og annað. Þjónustusvæði við Tungumel og Þingvallaveg, hvað þýðir þetta? Hvar er þetta? Ég er ekki viss að einhverjur örfáir sem eru að hlusta á hana fund viti það. Þetta er hérna upp á Helgafellsásnum, sem sagt norðanmegin við það sem að 7. áfanga Helgafellskverfis á að vera og þessar hugmyndir sem að byggja á þessari stækkun, þær byggja á því að það er að teygja þarna nýtt þjónustu og athafnasvæði meðfram Þingvallaveginum og meðfram norðurhliðinni á Helgafellinu, sem sagt í andirinu á Mosfellsdal. Þannig að þetta er nú ekkert eitthvað venjulegt svæði og það sem að kom út úr þessari vinnu á síðasta kjörtímabili að það var einróma samþykkt skipulagsnefndar og þar á meðal líka fulltrúa Samfylkingar og Viðreisnar í skipulagsnefnd að þetta væri eitthvað sem að væri ekki á dagskrá og við ætluðum ekki að samþykkja þetta. Það sem búið að gerast síðan er það að það koma mjög svo stórkallalegar, svo ekki sé meira sagt, hugmyndir fyrir skipulagsnefnd síðastliðinn vetur, þar sem að var búið að teikna upp risastór hús sem áttu að meðal annars að mögulega að hýsa einhvers konar starfsemi undir þjónustu við rútur og annað slíkt og sú stækkun sem að þarna á að eiga sér stað, hún kallar á það þarf að breyta svæðisskipulaginu á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að þetta næri við vaxtarmörkin. Þess vegna fara með þetta stað núna. Það er auðvitað mjög nauðsynlegt fyrir okkur, Mosfellinga, að eiga fjölbreyttar og góðar og margar lóðir til að bjóða fyrirtækjum sem eru jafnvel á hrakhólum frá Reykjavík vegna þéttingar byggðar þar. Og við eigum það svo sannarlega. Það sem búið að gerast frá því að þessi hugmynd litlu lóðina á þessum stað var felld, að við erum búin að samþykkja og það er búið að undirskrifa samning á Blikastaðalandi tvöföldun og atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ. Það er búið að undirrita samning atvinnusvæði á íbúðasvæðinu við Blikastaðaland. Það er búið að setja af stað deiliskipulagslýsingu fyrir stórt og mikið atvinnu og þjónustusvæði upp á Leirvogstungumelum sem er hér sunnan megin við Landsbanka
landi sem er í uppbyggingu og töluvert mikið af óseldu húsnæði þar og óuppbyggðu og það hér út gluggann athafnasvæði í hluta af Teigslandi sem á skipulagi líka. Þannig að það svo sannarlega engin hörgull á næstu árum af atvinnuhúsnæði og þjónustuhúsnæði í Mosfellsbæ. Þess vegna meðal annars skiljum við ekki af hverju það verið að fara í þessa vinnu á þessum tímapunkti. En þetta auðvitað bara byrjunin á því að það þarf að vita fyrst hvort að hin sveitarfélögin sem standa að svæðisskipulaginu eru tilbúin að samþykkja þessa breytingu. Þetta bara byrjunin á því og ef það verður svo samþykkt, þá mun það væntanlega vera keyrt í gegn. Og það kemur á óvart að það virðast eins og flokkarnir sem voru í minnihluta hér á síðasta kjörtímabili að þeim sé búið að snúast hugur með þetta mál og það búið að margfalda stækkunina og hugmyndin stækkunina sem að þá var samkomulag að ætti ekki upp á pallborð og eina sem hefur gerst í þessu að það hefur breyst eignarhaldið á landinu og það búið að margfalda stækkunar hugmyndinar þetta. Þannig að þetta snýst ekki að við sitjum hjá að við viljum ekki bjóða upp á lóðir hérna. Við viljum einfaldlega að það verði eins og kemur fram í bókunni meirihlutinn og stjórnsýslan einbeiti sér að uppbyggingu á þegar ákveðnum og skipulögum reitum fyrir þjónustu og verslun í Mosfellsbæ sem mjög stórt svæði sem hægt að fara að skipuleggja og vonandi gengur þar hratt og vel fyrir sig. En við fyrsta lagi erum mjög ósammála því að þarna eigi að fara að byggja upp einhverjar stórar einingar í anddyri Mosfellsdals og í öðru lagi að þá forgangurinn mjög skakkur. Þetta hefur ekkert með það að gera við sem að lenda í einhverjum hrakhólum með lóðir. Við eigum lóðir og lönd fyrir atvinnu og atvinnuhúsnæði fyrir þjónustu og verslun til áratuga. Þannig að við skulum ekki vera að eyða púðri eða peningum eða vinnu í þetta. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Sævar Björnsson. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp þetta undir sammáli. Vissulega, ef ég á að svara bæjarfulltrúa Ásgeiri með framboði sem að Mosfellsbær mun búa yfir næstu árum náttúrulega umtalsvert, það alveg rétt. En það sem kannski verið að horfa meira á hér og eins og réttilega var bent á, þetta náttúrulega, við erum bara rétt að taka fyrsta skrefið, þetta náttúrulega bara stækkun á vaxtamörkum til þess að geta svo skipulagt í framtíðina og þá vorum við að tala við erum að tala töluvert langt inn í framtíðina. En það sem að kannski hefur vantað hjá okkur með það sem framundan í framboði á atvinnulóðum einmitt þessi fjölbreytni sem við erum að horfa í hérna. Og það var kannski aðra verið að tala þá Helgafells-ásana í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs en tungumálarnir náttúrulega mjög stór hluti af þessu einnig og þar náttúrulega getur farið fram ýmiss konar athafnastarfsemi sem væri þá algjörlega náttúrulega undir okkur og náttúrulega skipulagsnefnd og bæjarstjórn hvað við myndum vilja sjá þar, hvers konar starfsemi. En við sjáum það bara að eftirspurningin með þeim hætti að ég hefur engar áhyggjur af því að það sem framundan hjá Mosfellsbæ á næstu árum hér muni vera fullnýtt áður en við vitum af. Þannig ég tel þetta vera bara mjög farsælt skref í okkar vegferð upp á það að geta búið upp á náttúrulega meira umfang í lóðum fyrir atvinnustarfsemi og meiri fjölbreytni. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti. Til mikilvægt að koma hér upp til þess að leiðrétta nokkra hluti. Það látið að því liggja eða allavega skildi ég orð bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar með þeim hætti
að þessi framkomna tillaga meirihlutans hér hefði eitthvað að gera með tillögur sem eða óskir sem komu fyrir skipulagsnefnd á síðasta kjörtímabili. Svo ekki, enda þessi tillaga gerólík þó að hún nái að vissu leyti líka yfir það landsvæði sem var undir á þeim tíma. Hér erum við sjálfa að marka það sem okkur finnst vera skynsamleg stækkun á athafnasvæðinu til þess bæði að auka hlutfall atvinnustarfsemi innan bæjarmarkanna, enda erum við mjög sýnilega mikill eftirbátur sveitarfélagana hérna á höfuðborgarsvæðinu nema kannski helst Seltjarnarnesbæjar í því hlutfalli sem við höfum milli atvinnuhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis. Þetta skiptir bæjarfélagið gríðarlega miklu máli þegar horft á fjárhaginn að við séum með gott jafnvægi þarna á milli og við þurfum að bæta í. Það verður að segjast alveg eins og Ég vil ítreka það að því að það var bara hreinlega sagt hérna áðan að fulltrúar bæði Viðreisnar og Samfylkingar í skipulagsnefnd á síðasta kjörtímabili hefðu verið fullkomlega sammála því að hafna umsóknum bóluna eins og ég held að hafi verið kallað. Bólan? Já. Bollan, ok. Bollan eða bólan, skiptir ekki máli. Við vorum í fyrsta að ég sat í nefndinni á þessum tíma, þannig að ég tala hér fyrir sjálfa mig og tel mig hafa nokkuð gott umboð til þess að líka mæla fyrir munn Ólafs Óskarssonar sem var fulltrúi Samfylkingar. Við vorum bæði áheyrnarfulltrúar. Ég get staðfest það, við vorum ekki hrifin af þeim áformum, enda var sú starfsemi sem átti að fara fram í bollunni í engu samræmi við það sem við hefðum viljað sjá byggjast upp þarna. Það skiptir líka mjög miklu máli og það leiðir mig kannski að því sem að Sævar Birgisson kom hérna aðeins inn á. Við vorum að samþykkja atvinnustefnu. Þó að við séum að leggja það til núna að mögulegt svæði undir atvinnustarfsemi stækki, þá erum við ekki ákveða hvers konar starfsemi fer þarna fram. Þó að einhver hafi einhvern tímann komið með hugmyndir rútufyrirtæki eða bensínstöðvar eða geymslusvæði fyrir bílahræ, þá er það engan veginn á borðinu og það samræmist engan veginn atvinnustefnunni. Og ég myndi telja undarlegt, þá ekki verið meira sagt, ef að við færum að stefna einhverju atvinnuuppbyggingu á nýju svæði sem væri ekki í samræmi við atvinnustefnu. Að því sögðu, þá þetta fyrsta skrefi sem við þurfum að taka. Við erum í endurskoðun aðalskipulags. Inn í því aðalskipulagi viljum við marka framtíðarsvæði fyrir atvinnuuppbyggingu. Ég veit ekki alveg hvar allar þessar lóðir eru sem að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson nefndi sem gæti fullnægt atvinnustarfsemi, fjölbreyttri atvinnustarfsemi hér til næstu áratuga. Það sem ég sé í kortunum frekar, við erum með flott og gott atvinnusvæði á Blikastaðalandi. Það komið deiliskipulag og allt, það bara, að keyra það í gang. Þannig að það náttúrulega klárlega það sem við byggjum upp næst. Síðan erum við með í Blikastaðalandinu sjálfu. Hvers konar atvinnustarfsemi, það þarf náttúrulega að blandast við íbúabyggð. Það ekki alveg sama hvað kemur þar heldur. Það kannski annars slags starfsemi sem getur verið upp á tungumilum heldur við myndum hafa á Blikastaðalandinu inn í byggðinni í blandari byggð. Þannig að með því að byggja okkur í haginn erum við með fjölbreyttari svæði og við erum að byggja okkur í haginn. Þetta ekkert sem að fara að byggjast upp á þessu kjörtímabili og ekki heldur næsta kjörtímabili, kannski þar næsta. En þetta þarf að fara af stað. Við höfum því miður ekki haft þá framsýni hingað til að vera með svona kannski metnaðarfyllri áform hvað atvinnuuppbyggingu varðar.
Menn enda vorum við að samþykkja hérna fyrstu atvinnustefnu sveitarfélagsins og þetta er bara í takt við það, að undirbyggja það. Þannig að hérna, svo ég víkja aðeins að upphafspunktunum fyrst, allar hugmyndir sem hafa komið fram áður koma þessu máli ekki við. Við erum að horfa þarna til þess að eiga lóðir til lengri tíma, einhvern tímann fram í framtíðina og það verður þeirra bæjarfulltrúa sem sitja þá og jafnvel í samræmi við uppfærða atvinnustefnu af því að við vitum ekkert hvernig landslagi verður hérna, okkur er sagt að allt sé að breytast hérna út af gervigreind og öðru, ég meina það bara getur verið að við þurfum eitthvað allt aðra atvinnustefnu eftir 10-15 ár þegar að þetta svæði gæti mögulega verið að koma til skoðunar og þarna gæti til dæmis verið hótel með þvílíkt glæsilegu útsýni, vel staðsett til þess að geyra bæði austur og norður. Það eru endalausir möguleikar, þannig að við skulum ekki mála skrattan á vegginn. Ég myndi telja að þetta ætti að vera sameiginlegt markmið okkar allra að geta eflt hér atvinnustarfsemi í bænum, öllum bæjarbúum til hagsbóta og til hagsbóta fyrir mögulega þjónustu uppbyggingu við þá bæjarbúa sem hér búa. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar örlítið að bæta við þetta, ekki langt. Auðvitað er þetta ekki allsendis óskylt því máli sem var lagt hérna fyrir á síðasta kjörtímabili. Þetta er mál af sama meiði, það eru sömu aðilar sem eru að leggja til núna og lögðu til fyrir skipulagsnefnd þessar tillögur sem ég var að vitna í áðan og ég ætla nú að bera hönd fyrir höfuð þeirra að þeir voru ekki að stinga upp á því að þarna er starfsemi fyrir bílhræ, það gekk ekki það langt, en þetta er að sjálfsögðu sama mál, þetta eru sömu eigendur, en það sem er búið að gerast að það er búið að margfalda þessar hugmyndir og þannig að það er ekki hægt að segja þetta sé algjörlega óskylt. Varðandi það hversu mikið eða lítið framboð er af húsnæði á næstu áratugum fyrir þjónustu og verslun í Mosfellsbæ, að þá getum við bara verið sammála með að vera ósammála því. Ég er búinn að kynna mér hvað það er mikið miðað við það sem er í dag og það er gríðarlegt magn og eins og ágættur formaður þessar nefndar sagði, eftir sem ég skilst, og ég vona ég sé ekki að vitna þá í lokaðan fund, að loksins var haft í flimtingum af okkar fulltrúi, ég hef leyfi til þess að segja það, að loksins væri þessi nefnd ósammála um eitthvað, sem er bara mjög gott. Og við hljótum að hafa leyfi til þess að vera ekki sammála í öllum málum, þetta er búið að vera afskaplega samrýnd nefnd og samstíga, en við erum bara ósammála um það að þarna eigi að fara að breyta landnotkun úr óbyggðu landi á þessum stað sem er anddyri Mosfellsdals til þess að fara að byggja upp einhvers konar atvinnustarfsemi og nú átti ég að fara að byggja hótelar. Það er ekki hugmyndina sem að þessir landeigendur eru með, alls ekki. En það er nóg af lóðum hér næstu áratugi fyrir uppbyggingu í Mosfellsbæ og þó að þetta sé fyrsta formlega atvinnustefnan sem er í gildi hér, sem er bara auðvitað mjög gott, að þá er að sjálfsögðu búið að vera uppbygging á atvinnusvæðum í Mosfellsbæ í gegnum tíðina og við getum hort hér yfir í hérna, hvað heitir þetta nú? Það sem Netto er, Sunnukrikkan og fleiri staði. Það er aftur á móti verið akkilesarhæll Mosfellsbæjar í þessu eins og varðandi íbúðarhúsnæði að við höfum ekki átt neitt land en það er búið að nást samkomulag í Blikastaðalandi við báða landeigendur þar og það er búið að nást samkomulag upp á Leirvogstungumölum við báða landeigendur þar. Við eigum hluta hér á Teigslandinu þannig að það er allt á fullu og við skulum einhenda okkur í það að skipuleggja þessi svæði sem eru þegar skipulögð í staðinn fyrir að fara að raska þessu mjög svo viðkvæma landi og ég ætla ekki að gera spámaður um það en ég held að vera aldrei samþykkt að fara að byggja upp einhverja stórkostlegar þjónustubyggingar á þessu svæði. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi.
forseti vill árétta þar sem mátti lesa úr orðum bæjarfulltrúa að hann sjálfur væri mögulega í vafa hvort hann væri að vísa í málflutning sem mögulega væri bundinn trúnaði, þá vill forseti hvetja bæjarfulltrúa til að halda því frekar fyrir sig nema engin vafi sé á að orðin sé ekki bundin trúnaði. Svo við séum nú ekki örugglega ekki að brjóta neinar reglur þar að lútandi. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, kem hér aftur upp undir sama máli. Jú, þetta er óskylt. Við töluðum ekkert við þessa landeigendur þegar þessi lína var mörkuð. En hins vegar er það vissulega svo að það eru sömu eigendur þarna. En þegar það kemur að uppbyggingu einhvern tíma fram í framtíðinni þá munum við ekkert vita hvaða eigendur þar verða. Það er tvennt sem ég vil nefna hérna. Við ráðum því hvenær er farið af stað og við ráðum því hvað er byggt. Við erum með skipulagsvaldið hjá okkur og það væri mjög vont fyrir okkur að ætla að fylla allt sem við eigum núna og svo fara af stað í að bæta við atvinnuuppbyggingarsvæði. Og þannig að við verðum bara að vera eins og svo oft áður, sammála að vera ósammála og það er bara allt í lagi. Við höfum fulla trú á því að þetta sé skynsamlegt að herfja ferli núna og ég vildi einmitt líka, ég glemdi að nefna það áðan að áheyrnarfulltrúi L-lista var sammála í þessu máli að það væri skynsamlegt að hefja þessa vegferð núna, þannig að það var allavega ánægjulegt að sjá það. Við erum enn og aftur, við erum að horfa til langra framtíðar. Við erum ekki, af því að þau orð voru gripin hér á lofti, sko, þú veist, ég get líka nefnt bara við byggjum þarna sundlaug eða eitthvað. Þetta var bara hugarflug. Ég er ekki að halda því fram að þó að ég nefni eitthvað á móti því sem var nefnt af öðrum bæjarfulltrúum hér í pontu, að það sé það sem verður. Þetta er fram í framtíðina að ákveða. Og ég efast að mörg okkar sem hér erum í dag verðum þá áfram í bæjarstjórninni. Þannig að við séum kannski búin að hleypa ögn yngra fólki að á þeim tíma. En vegna þess hversu langt og strangt svona ferli er, þá er betra að fara af stað núna heldur en að ætla að byrja á því þegar við erum orðin upp í skroppum með lóður. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi, ég kem undir sama máli og vill tek undir það sem fram kom í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs Svinssonar að ég tel að eins og staðan er í dag eigum við nóg að lóðum fyrir næstu árin eða jafnvel áratugi og ég tel að við eigum að fara hægt í þessi mál eins og staðan er í dag. Það getur mikið breyst næstu árin og við veitum ekkert hvernig ferðamannaiðnaðurinn verður eftir 5, 10, 15 eða 20 ár og nýta frekar það sem við erum með að landi núna eins og staðan er. Við höfum haft mjög mikla umræðu, ábendingar og athugasemdir varðandi Blikastaðarlandið, svo það sé nefnt. En ég held að varðandi framkvæmdir á þessu umrædda svæði verða ekki einungis Mosfellingar sem hafa ábendingar, athugasemdir og umræður. Það verða fleiri því þetta er þannig landsvæði og á þeim stað. Þetta hefur áhrif á ímynd bæjarins sem sveit í borg eða hvað er nú kallað. Þetta er dalurinn. Þetta er Mosfellsdalurinn sem við erum að tala um. Inngangurinn getur maður sagt innkeyrslan inn í Mosfellsdalinn. Við erum búin að fá margar fyrirspurnir breytingar á löndum og varðandi til dæmis hótelbyggingar ef ekki minnst okkur á tveimur í bæjarfélaginu. En við höfum farið hægt í þessar breytingar og ég tel við eigum að gera það líka með þetta land. Ég held að liggi ekki það mikið á. Það eru önnur sveitarfélög líka með lönd undir þessa starfsemi og ég held að við bara huga aðeins að anda og skoða. Við erum að klára aðalskipulagið núna og taka svo afstöðu síðar. Það liggur ekki svo mikið á. Takk fyrir.
Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Nú getur forseti og bæjarfulltrúar, ég get bara ekki staðist máti að koma inn upp á ræðum skipulagsmál. Við höfum nú ekki gert það svo mikið á þessu kjörtímabili, þannig að ég ætla bara að byrja á því að fagna þessari umræðu og örlítið blanda mér í hana. Það er búið svona flest búið að koma fram, en það sem að mér persónulega finnst skipta rosalega miklu máli í þessu er að við þurfum að horfa mjög langt fram í tímann. Þetta er bara þannig málaflokkur. Við þurfum að horfa alveg óvenjulega langt fram í tímann. Mosfellsbær er í miklum vexti, höfuðborgarsvæðið er í mjög miklum vexti. Og svo koma því til viðbótar. Það eru aðstæður sem eru nú fyrir hendi á Reykjanesinu sem að valda þeim búferlaflutningum sem að standa yfir núna. Og sem ýkir enn frekar þörf til uppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur allt áhrif. Og ég held að það sé til þess að halda vel utanum skipulagsvald sveitarfélagana og þessa sveitarfélags til þess að við raunverulega getum gert plön til langs tíma, þá sé betra að skipuleggja í flekum heldur en í bollum og hérna erum við að tala um svæði og við erum að tala um landnotkun. Við erum ekki að tala um að núna, eins og staðan er núna, að raska landi. Við erum að skilgreina landnotkun. Við erum að tala um það að fara í þá vegferð að breyta svæðisskipulagslínunni sem við vitum að þarf að gera á einhverjum tímapunkti. Við vitum það bara, það þarf að gera það. Ég get alveg skilið það sjónarmið að við eigum að einbeita okkur að því sem við erum að gera. Það er rosa mikið að gera á svo stóra heimili. Við vitum það. Og þetta er bara sjónarmið og það er bara algjörlega gott og gilt. En við þurfum líka að taka tillit til þessa vaxtar og við þurfum að taka tillit til þess að í rauninni að geta lagt línurnar til þess að vera ekki bara alltaf í viðbragðsstöðu, til þess að þurfa ekki að bregðast við því sem að aðrir koma og leggja fyrir okkur, að þá er eiginlega betra að við höfum sjálf frumkvæði að því að skilgreina landnotkun og ákveða hvernig við ætlum að byggja upp þennan bæ. Það er nú einfaldlega þannig líka. Það eru alveg gríðarlega miklar svona samfélagsbreytingar þegar kemur að blandaðri byggð, íbúða og atvinnustarfsemi. Og inn í það kemur líka til dæmis fjarvinna. Þannig að og það verða miklar breytingar á komandi árum og áratugum hvað þetta varðar líka. Fólk vill starfa í nærumhverfinu sínu. Þannig að það vil búa á svæðum þar sem það helst getur sótt vinnu án þess að þurfa að sitja lengi í bíl eða ferðast mikið. Við þurfum að taka tillit til þessa, verandi svona í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Þannig að ég held að þó að það sé kannski svolítið erfitt að setja sig í þessar stellingar að horfa svona langt fram í tíma því að maður er bara einfaldlega ekki vanur því. Maður er einhvern veginn frekar vanur að reyna að klára þau verkefni sem eru fyrir hendi, sem eru ærin, áður en maður fer í rauninni að huga að þeim sem er framundan. Ég held bara í þessu tilfelli sé það skynsamlegt. Til þess að standa vörð skipulagsvald sveitarfélagsins. Þannig að séu raunverulega við sem eru til þess kjörin sem að leggjum línurnar og þau sem að verða kjörin á eftir okkur. Og mér langar líka að nefna að eins og máli stendur núna skiptir engu máli hver á þessar lóðir eða hver átti þær eða hver kemur til með að eiga þær. Og endurtek bara það sem skiptir aðalmáli er að Mosfellsbær haldi skipulagsvaldinu hjá sér og gera áætlanir skipulag byggðar inn í langa framtíð. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kem undir sama máli og ég held að mér heyrist að við erum öll sammála það að marka góða stefnu það að hvernig við viljum sjá
að sveitarfélagið byggist upp og þá með tilliti til þess að fá inn fyrirtæki og atvinnustarfsemi hér í sveitarfélagi því að það er svolítið það sem við þurfum. Við eigum ekki höfn. Það eru ákveðin þættir sem við höfum ekki og við erum sterkandi sveitarfélag þannig að við þurfum að hugsa þetta. Minn fulltrúi í nefndinni var sammála þessari vegferð vegna þess að það er verið að horfa til langs tíma. Það er kannski það sem ég held að liggja svolítið hjá okkur. Við viljum gera þetta öll á ákveðin hátt en við erum kannski horfum á það mismunandi leiðir af markmiðinu. Það er það sem kannski, mér finnst skipta máli að við horfum á það til lengri tíma og eins og Bæjarfulltrúi Aldís kom inn áðan, við þurfum að horfa mjög langt fram í tímann. Það sem að mig langar að benda á úr erindisbréfinu sem að ég ætla að horfa á, við erum sammála því að byrja þessa vegferð. Það er ekki þar umsáttur sem alltaf sammála því sem kemur eftir. En það sem að ég staldra við að það kemur fram í erindisbréfi að Mosfellsbær muni vinna greiningar og eftirspurn eftir athafna verslunar og þjónustuuppbyggingu á svæðinu og sveitarfélag stefnir á að vinna greiningar í samræmi við atvinnustefnu bæjarins og spegla þær við núverandi markmið svæðisskipulags. Þannig að þetta er fyrsta skrefið, svo aftur að taka öll hinn. Og það verður bara komið ljós inn í framtíðinni hvernig þetta svæði verður nýtt. En allavega til að byrja með finnst okkur allt í lagi að byrja þetta svona og svo tökum við bara næstu skref. Og stundum er bara gott að taka einn dag í einu. Takk. Takk fyrir það, Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Já, það er beðið fundarhlýju. Verðum við því.
Já, þá höldum við áfram. Til umræðu liður 7.3 á fundi þessa fundar sem hluti af fundargerð 611. fundar skipulagsnefndar og það enn opið fyrir umræður þennan lið. Bæjarfulltrúi Hjörtur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, enn undir sama lið. Mig langar bara svona rétt að svona aðeins að minnast að við erum mörg okkar búin að segja að við erum sammála og ósammála en samt höldum við áfram. Ég alveg hjartanlega sammála Lovísu, það alveg sama hver á. Varðandi það sem að Sævar Bryggjesson kom inn á í byrjun, undra sjá við að fulltrúar D-lista sátu hjá. Sem betur fyrir erum við misjöfn og sem betur fyrir höfum við misjafnar skoðanir og þess vegna erum við nú í þessum starfi ef við höfum misjafnar skoðanir. Varðandi þennan stað að ástæðan fyrir til dæmis að ég persónulega satt hjá var svo að mér finnst þetta svæði ekki henta undir atvinnustarfsemi og það skiptir engu máli hver á hvað eða hvaða hugmyndir af einhvern veginn kom upp hvað á að vera þarna. Það mín skoðun og þess vegna nýtti ég mér það rétt að vera ekki sammála og ég vildi bara aðeins koma inn á það. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, bara að því að bæjarfulltrúi Hjörtur kom inn á með sammála og ósammála og það allt saman, það skiptir akkúrat máli hvað verður á svæðinu. Og ég held við séum öll sammála það að það útgangspunkturinn þegar að því kemur og ég á ekki von að það verði í náinni framtíð, en það akkúrat útgangspunkturinn hvað verður á svæðinu. Vonandi ekki neitt. Já, það verður bara komið ljós þegar framleiða stundir. En þó sem að kannski sé á einni leið í dag að þá skiptir máli öllum skrefum sem eftir að taka hvað og endanum verður þarna. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera og þá tökum við þennan lið 7.3 sérstaklega til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest þennan lið númer 3 í fundargerð 611. fundar skipulagsnefndar að gefa merki með handaupréttingu. Það eru 4, 5, 6 hendur, einhver á móti. Svo ekki samþykkt með 6 atkvæðum, 4 í hjásetu. Þá þessari afgreiðslu lokið og þá bjóðum við bæjarfulltrúa Höllu Karín að ganga í salinn. Og bæjarfulltrúa Höllu Karín komin í salinn og þá getum við haldið áfram með umræðu og afgreiðslu þessarar fundargerðar að öðru leyti og þá hún opin fyrir umræður frá talin liður í þessari fundargerð. Einhver sem óskar eftir að taka til máls og virðist ekki vera og þá tökum við bæjarfulltrúa Lovísa, gjörðu svo vel. Afsakið, ég forseti, það var svo löng umræðan þarna áðan að ég gleymdi mér hérna. Býtum við, þetta það ég vil koma upp undir máli 7.2, verndarsvæði byggð Álafossgos. Mér langaði bara að vekja athygli eiginlega á þessu, hversu langt þetta verkefni komið. Og alveg einstaklega gaman að skoða svona myndirnar af því hvernig svæðið hefur þróast í áranna rás og ég hlakka virkilega til að sjá þegar að fulla skýrslan kemur til okkar. En allavega þá vildi ég bara aðalega koma hérna upp
til þess að vekja athygli á því að eftir því allavega sem ég skil minnisblaðið að þá er þessi vinna núna á lokametrunum hjá þeim. Þannig að við förum að fá lokaskýrsluna til okkar. Lengra ætla ég ekki að hafa þetta. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera. Fundargerðin er þá, það var svona aðloka smælendaskrá áður en ég gef annan séns á ef einhver vill taka til máls. Svo virðist ekki vera og þá tökum við fundargerðina til afgreiðslu að undanskildum tölulið 3 í fundargerðinni. Þannig að ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 611. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það eru 1100 á lofti. Takk fyrir það. Samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið við afgreiðslu fundargerðar sem að þess krefjast. Þá er komið að 8. lið sem er kosning í nefndir og ráð sem að við bættum á dagskrá með afbrigðum hér í upphafi fundar. Og það er nú hefur fundargáttin hent mér út afsakið. Já, það er tillaga sem að er eftirfarandi og það er lagt til að breytingar verði gerðar á eftirfarandi nefndum. Að í fræðslunefnd verði aðalmaður og jafnframt varaformaður Örvar Jóhannsson í stað Leifs Inga Eysteinssonar. Í skipulagsnefnd verði Aldís Stefánsdóttir varamaður í stað Rúnars Þórs Guðbrandssonar. Í umhverfisnefnd verði Hilmar Tómas Guðmundsson varamaður í stað Rúnars Þórs Guðbrandssonar og í yfirkjörstjórn sveitarfélagsins komi Níels Reynisson sem varamaður í stað Rúnars Birgis Gíslasonar. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og telst þá tillagan samþykkt. Og þá er komið að fundargerðum til kynningar. Þær eru 4 talsins og það er þá 9. dagskrárliður þessa fundar er fundargerð 260. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 19. apríl. Þar voru 2 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs og fundargerðin því lögð fram. 10. mál á dagskrá er fundargerð 393. fundar stjórnar Strætó frá 29. apríl síðastliðnum. Þar voru 2 mál á dagskrá. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti óska eftir heimild til þess að fá að tala bæði málin sem voru á dagskrá þessa fundar. Takk. Eins og þið sjáið þá voru einungis 2 mál á dagskrá þessa stjórnarfundar Strætó og bæði mjög stór og mikilvæg. Í fyrsta lagi eins og kemur þarna fram, það varðar rekstrarleyfi Strætó en eitt af skilyrðum fyrir rekstrarleyfi til rekstrarleyfi til farþegaflutninga hjá Samgöngustofu. Þetta var mikill tungubrjótur. Er að félagið sem sækir leyfið sé með jákvætt eigið fé. Og við munum það, þegar nú erum við nýbúin að leggja hérna fram ársreikning Strætó BS, að eigið fé félagsins er neikvætt eftir þau áföll sem að dundu á félaginu. Og það má helst nefna þann mikla kostnað sem fyrirtæki varð fyrir við áframhaldandi rekstur á COVID-tíma. En þetta var ófyrirséð að við fengjum þessa öldu yfir okkur að þegar að Strætó sóttu endurnýjun og rekstrarleyfi núna í upphafi eða í lok síðasta mánaðar að þá var því synjað
vegna þessara reglu. Algjörlega óháð því að byggðasamlag er að ræða og í eðli sínu samkvæmt með ótakmarkaða ábyrgð allra eiganda og í raun eitt tryggasta rekstrarform sem hægt er að hugsa sér. Hins vegar var þetta einhvern veginn ekki fyrir séð að það geti verið fyrirtæki að sinna almannaþjónustu eins og almenningssamgöngur eru og rekstur strætó raunverulega fellur undir sama flokk og þá er þetta að sækja ef þú ert bara í einstaklingur í rekstri að keyra með ferðamenn upp á hálendi og í rekstri með takmarkaðri ábyrgð. En góðu fréttirnar eru þær að það er mikill vilji til þess að leysa þetta með breytingu á reglugerðum, en það er rekstrarfélag fyrirtækisins með þessum hætti sem ég hef farið yfir. Það er ekki í hendi en það er verið að vinna að í hörðum höndum og bæði ráðuneyti og Samgöngustofa hafa lýst yfir eindregnum vilja til þess. Ég óttaðist það mjög þegar þessi fundur fór fram að við þyrftum að punga út 400 milljónum til viðbótar. Þannig að það er að segja sveitarfélaginu einnig heild, ekki bara við, en enga síður. Það er mjög ánægilegt ef text sem stefnt er að. En ég vildi bara upplýsa þetta. Stærra málið er hins vegar kannski niðurstöðunar í útboði á akstri. Nú getum við loksins talað það. Það hefur verið, við höfum tilkynnt bæði hagvögnum og almenningsvögnum kynnisferða að niðurstöður útboðsins, þá voru þessi 2 fyrirtæki sem skiluðu inn tilboðum. Svo vel vill til að við lögðum upp með það að þurfa að vilja helst semja allavega við 2 aðila, að engin einn aðili gæti fengið alla 3 pakkana. Og það lukkaðist á endanum því að hagvagnar fá þarna útboðshluta 3 og eru undir kostnaðaráætlun. Almenningsvagnar kynnisferða fá þá útboðshluta 1 og 2 og eru annars vegar undir og 95% af kostnaðaráætlun og hins vegar fara örlítið yfir eða 2% yfir í útboðshluta 2. Þannig að þetta eftir langt og strangt ferli sem að leit ekki vel út hérna fyrir nokkrum mánuðum, þá var þetta niðurstaðan og við allavega í stjórn Strætó fögnum því mjög að þetta hafi náðst. Þetta er í fyrsta skipti sem við reynum svona samkeppnisviðræður og mikill lærdómsferli og bara mjög ánægilegt. Þannig að við allavega sjáum það núna að það verður ekki neitt þjónustufall í ágúst. Þessir aðilar telja sig geta hafið akstur eftir nýjum samning á tilsettum tíma. Þannig að við fögnum þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið, þessa fundargerð stjórnar Strætó. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. Þá er það 11. mál á dagskrá þessa fundar. Það er fundargerð 127. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins frá 3. maí síðastliðnum. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Þá er það 12. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar hér. Það er fundargerð 578. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 6. maí. Þar voru 13 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana, fundargerðin því lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 5. júní næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi